Guðmundur Þóroddsson, fyrrverandi forstjóri Orkuveitunnar, tók mikið af gögnum frá Orkuveitunni stuttu áður en hann hætti fyrir 6 vikum. Hann hefur neitað að skila þeim þrátt fyrir ítrekaða kröfur. Guðmundur Þóroddsson, sem lét af störfum sem forstjóri Orkuveitunnar í lok maí, tók marga kassa með trúnaðarupplýsingum úr skjalageymslu Orkuveitunnar skömmu fyrir starfslok. Hann neitaði að afhenda gögnin þegar eftir því var leitað. Þess hefur nú verið krafist að hann skili gögnunum í dag, annars þurfi Orkuveitan að grípa til aðgerða. Guðmundur tók meðal annars með sér fundargerðir stjórnar Orkuveitunnar síðastliðin 10 ár ásamt fundargögnum. En fundargerðirnar hafa lengstum verið trúnaðarmál og fundargögnin líka því að það geta verið meðfylgjandi þar viðskiptasamningar og annað viðkvæmt og jafnvel bara til eitt eintak. En starfsmönnum Orkuveitunnar algjörlega óheimilt að fara með gögnin úr húsi. Nokkrum dögum eftir starfslok Guðmundar kom í ljós að gögnin voru horfin og líka að hann hafði tekið þau. Talið að skjölin fylli marga kassa. Guðmundur var strax beðinn að skila gögnunum en hann neitaði. Síðan þá hefur hann oftsinnis verið beðinn að skila þeim enda liðnar tæplega 6 vikur síðan hann hætti. Þær beðnir hafa verið árangurslausar. Fyrir utan hversu alvarlegt það að trúnaðargögn hafa verið tekin og flutt út í bæ, þá hefur þetta líka valdið vandræðum hjá því starfsfólki Orkuveitunnar sem hefur þurft að fletta upp í gögnunum. Guðmundur var frá síðastlinu hausti í leyfi frá forstjórastörfum hjá Orkuveitunni og var á meðan forstjóri Rey. Hún var ekki beinlínis sagt upp í lok maí, heldur var samkomulag starfslok að frumkvæði Orkuveitunnar. Hann fékk 30 milljónir króna samkvæmt starfslokasamningi. Guðmundur hefur verið einn aðalmaðurinn í útrás Orkuveitunnar og sagði hann í útvarpsfréttum í júnibyrjun að erlendur fjárfestingasjóður hefðu óskað eftir að hann stjórnaði jarðhitafyrirtæki á vegum bandarískra fjárfesta. Sjálfur sagðist hann ekki hafa uppi nein áform slíkt. Orkuveitan mun nú samkvæmt heimildum fréttastofu hafa fengið lögmenn til aðstoðar og hefur Guðmundi verið birt krafa að afhenda gögnin og einnig afrit af þeim hafi þau verið afrituð. Þetta ekki allt, því Guðmundur hefur líka verið krafinn að afhenda jeppabifreið sem hann fékk þegar hann var forstjóri Orkuveitunnar. Guðmundur hefur líka neitað að skila jeppanum. Í kröfunni til Guðmundar kemur fram að ef hann skili gögnunum ekki í dag verða að leita annarra leiða eins og að fara í mál eða kveða til sýslumann í aðfarargerð að fengnum dómsúrskurði og fer þá sýslumaður ásamt öðrum á heimili viðkomandi og sækir það sem beðið. Ekki náðist í Hjörleif Kvaran, starfandi forstjóra Orkuveitunnar í dag. Fyrrverandi forstjóri Orkuveitunar telur sig eiga gögnin sem hann tók af skrifstofu sinni fyrir starfslok. Það hvarflar að honum að reynt sé að koma á hann höggi með því að leka málinu í fjölmiðla. Stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur segir alveg ljóst að Orkuveitan eigi þau gögn sem Guðmundur Þóroddsson, fyrrverandi forstjóri, tók með sér af skrifstofu sinni fyrir starfslok. Óljóst hvenær gögnunum verður skilað því vegna hörkunnar sem komin í málið ætlar Guðmundur að leita úrlausnar lögfræðinga. Guðmundur Þóroddsson, fyrrverandi forstjóri, lýsir furðu yfir fréttaflutningi í sjónvarpsfréttum í gærkvöld, en þá var sagt því að hann hefði skömmu fyrir starfslok tekið úr húsi Orkuveitunar fundargerðir og fundargögn stjórnar Orkuveitunar síðastliðin 10 ár. Ítrekað hefði verið óskað eftir því að hann skilaði gögnunum, en hann hefði neitað og að í gær hefðu lögmenn formlega krafist skila, ellegar þyrfti að leita annarra leiða. Guðmundur sagði í samtali við fréttastofu í dag ekki hafa tekið gögnin úr skjalageymslu fyrirtækisins. Þau hafi verið á skrifstofans og þau séu afrit sem hann hafi fengið send fyrir stjórnarfundi líkt og stjórnarmenn hafi fengið. Stjórnarformaður Orkuveitunar vongóður að lyktir sé að nást í málinu en hann sér forstjórann hafa þetta mál á sínu könnu. Við erum að vinna í því og ég vona að hún sé að nást. Lögfræðingar okkar eru nú með málið til meðferðar og ég á bara að vona því að þeim takist að leysa það fljótt og vel. Er það óeðlileg krafa að þínu mati að biðja þessi gögn sem að Guðmundur var með? Að sjálfsögðu hlýtur fyrirtæki að fara fram á að fá þau gögn sem það á tilbaka. Telur eitthvað að Guðmundur hafi brotið af sér með þessu eða eitthvað svoleiðis? Ég ætla ekki að tjá mig það. Ég held að það annar en mitt að dæmi það. Guðmundur sendi frá sér yfirlýsingu í dag og sagði í samtali við fréttastofu að hann hafi talið að hann ætti ekki að skila þessum gögnum. Orkuveitunni hafi hins vegar verið það mjög í mun og hann hafi átt í vinsamlegum viðræðum við Hjörleif Kvaran forstjóra hvernig því yrði við komið. Hann segir því hafa komið á óvart að harðort bréf frá lögfræðingum sem honum hafi borist í gærmorgun fari beint í fjölmiðla. Tekið skal fram að fréttastofan hvorki fékk né sá bréfið. Guðmundur segir að atburðarásin, það bréfið frá lögmönnum og frásögn fjölmiðla, virðist greinilega hönnuð atburðarás og auðvitað hvarflaði sér að verið sé að koma högg á sig.
Hann segist hafa samið við Hjörleif að skila gögnunum en úr því svo mikil harka sé komin í málið ætlar hann að ráðfæra sig við lögfræðinga úrlausn. Þá ætlar hann einnig að ræða við þá mögulega málsókn gegn þeim sem komið hafa að þessu ferli. Hjörleifur Kvaran forstjóri Orkuveitunnar vildi ekki koma í viðtal vegna þessa máls í dag en segir að svo virðist að þarna hafi verið misskilningur og að Guðmundur hafi talið gögnin sín. Orkuveitan hefur einnig krafist þess að Guðmundur afhendi jeppabifreið en afnot af henni telur Guðmundur að séu hluti af starfskjörum þeim sem enn séu í gildi milli sín og Orkuveitunnar. Ef ný sjónarmið séu komin upp, sé sjálfsagt að ræða það. Svandís Svavarsdóttir segir illskiljanlegt að fyrrverandi forstjóri Orkuveitunar láti ekki af hendi trúnaðargögn og fráleitt sé að hann aki enn á jeppa á kostnað almennings. Starfandi stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur veit ekki nákvæmlega hvaða gögn Guðmundur Þóroddsson fyrrverandi forstjóri hefur undir höndum. Það sé hins vegar alveg skýrt að honum berið að láta þau af hendi þegar starfskyldu lokið. Ásta Þorleifsdóttir starfandi stjórnarformaður Orkuveitunar segist ekki geta sagt með vissu hvaða gögn Guðmundur Þóroddsson tók með sér þegar hann lét af starfi forstjóra í lok maí. Stjórn Orkuveitunar hafði fyrst verið kunnugt málið fyrir nokkrum dögum. Eina sem að maður veit með vissu er það að Guðmundur tók með sér umtalsvert magn af gögnum, skjölum, fundargerðum, fylgiskjölum og í því kunna leynast ýmiss konar trúnaðar upplýsingar, viðskiptasamningar og annað. Eru þetta jafnvel orkusölu samningar? Nú get ég bara engu svarað en það. Mér finnst það óeðlilegt en þú er ekki að fullyrða neitt hvað þarna er. Í kvöldfréttum Útvarpsins í gær sagði Guðmundur að hann geti þurft að nota gögnin til að svara fyrir þær ákvarðanir sem hann tók sem forstjóri Orkuveitunar þótt hann sé hættur. Og það er náttúrulega ekkert flóknara en svo að þegar að vinnuskyldu manna lýkur þá skila þeir öllum sínum vinnugögnum alveg saman hvort að það eru skjöl eða tæki. En eru þið ekki einfaldlega að verða á seinmetan og núna er þetta 6 vikur síðan að hann fær fyrst að vita að hann er að skila þessum gögnum ef hann telur sig þurfa svona nauðsynlega að halda þá er það nú ekki flókið mál að fjölrita það einfaldlega? Allir sé nú þá ekki bara búin að því, það kann vel að vera að það sé þannig. Hins vegar er þetta einfalt að Guðmundur segir að hann kunni að þurfa á þessum gögnum að halda til að standa fyrir svörum einhvern tímann síðar og miðað við hvernig okkar viðskilnaður var, þá var hann í góðu og hann hefði hvenær sem átt að geta átt aðgang að þessum gögnum til að standa fyrir sínu máli. Ef menn er með hreina samvisku, af hverju þurfa þeir þá gögn til að styðja mál sitt einhvern tíma síðan? Nei, ég er nú ekki að líta svo á að þetta sé nú bara klaufaskapur og að hann muni að sjálfsögðu skila þessu í því fyrsta, ég vil ekki segja það. Svandís Svavarsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna, segist ekki skilja af hverju illa gangi að fá Guðmund Þóroddsson, fyrrverandi forstjóra Orkuveitunar, til að afhenda trúnaðargögnin sem hann hafði með sér við starfslok. Hún segir málsvörn Guðmundar rýra. Svandís segir ljóst að gögnin sem Guðmundur hafði með sér séu fundarboð og fundargögn. Sem að þýðir að þetta eru náttúrulega mjög mikilvæg trúnaðargögn og meðal annars samningar við til að mynda samningar sölu og raforku til stóriðju og önnur slík gögn. En ég skil ekki betur heldur en þetta séu bara mjög mikil trúnaðargögn sem eiga náttúrulega hvergi annars staðar heima heldur en hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Svandís segir Orkuveituna í eigu almennings en ekki einstaklinga og því sé það hagsmunir almennings að gögnunum verið skilað aftur. Og ég raunar skil ekki ennþá hvernig á því stendur að það gengur svona illa að ganga á eftir því að forstjórinn fyrrverandi skili þessum gögnum á sinn stað. Henni finnst skýringar Guðmundar á því að vilja halda gögnunum eftir óljósar. Mér finnst þetta bara afar svona rýr málsvörn ef ég má svo að orði komast því að þarna er hann að halda því fram að þurfi þessu gögn einhvern veginn til þess að verja sig eða að bera sig sakir og ég veit ekki alveg hvað hann á við þar og þá náttúrulega bara fyrst hann að gera það í trúnaði og í samstarfi við Orkuveitu Reykjavíkur. Ég sé ekki að Orkuveitu Reykjavíkur og forstjórinn fyrrverandi séu andstæðingar á nokkurn hátt og mér finnst þetta mjög sérkennileg nálgun á honum að vera að sækja sér eitthvað sönnunargögn út úr fyrirtækinu. Svandís segir ljóst að stjórnin verða að ráða ráðum sínum láti Guðmundur gögnin ekki af hendi. Það kemur líka fram að hann heldur þarna eftir jeppabifreið, símum og öðru. Er það líka eðlilegt svona í ljósi þess að maðurinn er hættur og hann sé bíla á kostnað almennings? Mér finnst það bara fráleitt. Mér finnst það algjörlega út í hött að fyrrverandi forstjóri sé akandi á rándýrum jeppa sem að almenningu sé að borga bæði jeppan og bensínið. Mér finnst það algjörlega fráleitt. Hanna Birna Kristjánsdóttir segir vanda Orkuveitunar þann að stjórnendur hennar hafi síðustu ár umgengist hana eins og einkafyrirtæki. Þetta endurspeglist í gagnamáli Guðmundar Þóroddssonar.
Oddviti Sjálfstæðismanna í borgarstjórn segir vanda Orkuveitu Reykjavíkur þann að stjórnendur hennar hafi of lengi litið á hana sem einkafyrirtæki en ekki fyrirtæki í almannaþágu. Það endurspeglist nú í gagnamáli Guðmundar Þóroddssonar. Hanna Birna Kristjánsdóttir, oddviti Sjálfstæðismann í borgarstjórn, furðar sig á hversu illa gangi að fá Guðmund Þóroddsson, fyrrverandi forstjóra Orkuveitunar, til að skila trúnaðargögnum sem hann hefur undir höndum og tilheyra fyrirtækinu. Hún segir þetta endurspegla vanda Orkuveitunar síðustu ár. Ég held bara að þarna komi, eins og ég segi, aftur í ljós, þar sem við til dæmis stóðum frammi fyrir í kringum öll þessi reimál, þar sem að það bara einhvern veginn rennur upp fyrir fólki að þessi sjónamið sem að gilda á einkamarkað og virðast hafa gilt of lengi í Orkuveitunni og sjónamið eigenda sem fara með þetta fyrirtæki, að þau rekast aldrei á. Og það var niðurstaðan í skýrsluna, það orða ákveðin trúnaðarbrestur á milli stjórnenda Orkuveitunnar og kjörinna fulltrúa og ég held að þetta endurspegli það aftur. Guðmundur Þóroddsson hefur sagt að það sé verið að gera aðföra sér og hanna atburðarás og það hefur verið sterkt látið að því liggja að það komi innan ykkar herbúða Sjálfstæðismanna. Hverju viltu svara því? Ég svaraði þannig að ef við að gera aðför að Guðmundi sem ég held alls ekki sé verið að gera, þá er lýðræðið að gera þá aðför. Vegna þess að þetta eru reglurnar sem gilda opinber fyrirtæki, það er skylda stjórnenda Orkuveitu Reykjavíkur og ég styð þau heils hugar í því að krefjast þessara gagna og annars sem þau hafa óskað eftir, annars væru þau einfaldlega að bregðast hlutverki sínu sem vörslumenn borgarbúi í þessum málum. Guðmundur var gestur Kastljós í gærkvöld. Þar var hann spurður hvort hann hafi litið á Orkuveituna meira eins og einkafyrirtæki en fyrirtæki í almannaeigu. Ég held að ég hafi verið mjög meðvitaður það, já. En fyrirtæki eigu almennings þarf náttúrulega að reka og þau þurfa að vera hægt að reka þau alveg eins og annað fyrirtæki. Þú ætlar að skila gögnum helgina? Já, vel. Já, vel? Já, ég meina eða eftir helgina. Já, þú ætlar að skila þeim. Já. Hjörleifur Kvaran, starfandi forstjóri Orkuveitunar, sagði í samtali við Fréttastofu síðdegis að Guðmundur hafi ekki skilað gögnunum í dag, né haft samband og tilgreint hvenær það yrði.